Allir þættir samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Já, heyrðu, það ekki oft sem að bækur svona sagnfræðileg málefni eru endurútgefnar. Það gerðist núna fyrir jólin. Sjálfstætt fólk, Vistarband og Íslensk samfélag á 19. öld eftir Vilhelm Vilhelmsson var endurútgefni á sögufélaginu. Til hamingju með það. Þakkaði fyrir. Hvað þetta svona frábært hjá þér eða Vistarbandið eitthvað svona sem að við viljum endilega fá að fræðast um? Það hvort það ekki kannski? Ég held að Vistarbandið sé eitthvað sem að hafi kveikt svona mikið áhuga hjá lesendum. Já. Það kemur oft til tals hérna þegar við erum að reyna að skilja heiminn og söguna. Já, það gerir það. Hvaða fyrirbrigði þetta var. Þetta hefur svona stundum vitna til þess en kannski án þess að fólk viti nákvæmlega í hvað það að vitna. Hefur tilfinningu fyrir því? Já, það svolítið svona miskilningur á lofti og á kreiki hvers eðlis Vistarbandið var. Já, hvort það hafi verið líkt og þrælahald eða bændaánauð í Rússlandi eða... Já, því stundum líkt við þrælahald og jafnvel kallað vistaránauð, en það tvennt ólíkt og ekki þetta líka því saman. Og kannski ólíkt innan kerfisins hérna á Íslandi, hvernig fólk hafði það? Já, alveg klárlega. Já, því að sumt vinnufólk gat átt eitthvað smá fé og... Já, og flestir voru bara til skamms tíma, eða ekki til skamms tíma, en voru í takmarkaðan tíma í vist og útskrifuðust svo yfir í stéttbænda, ef að svo má segja. Reyndu fyrir sér að vera smábændur og leiguliðar. Já. Og gekk ekki alltaf upp eins og... Nei, gekk ekki alltaf upp. Eins og hin bókin sem heitir Sjálfstætt fólk segir... Jú, einmitt. Akkur valdur þetta titil, Sjálfstætt fólk? Þetta er náttúrulega... Af því að... Það getur verið Biblían. Bókin fjallar það sem ég kalla andóf vinnufólks og sem að svona tilraunir þeirra til þess að öðlast aukið sjálfstæði eða sjálfræði. Og þess vegna fannst mér að borðleikinda að fá þennan fína titil lánaðan. Já, þannig að þú ert að reykja sjálfstæðis og réttlætis baráttu vinnufólks. Já. Herðu, en þetta á reiki hvað þetta er og þannig er það bara. En við skulum bara byrja á því. Hvað er Vistarbandið? Vistarband var skylda fullorðins fólk sem var ekki búandi til þess að ráða sig til ársvista hjá búandi fólki. Almennt á Íslandi hjá bændum, að því það voru svo til eingöngu bændur hér á landi, en þó líka hjá kaupmönnum og svo framvegis. Sem þá vinnukona heima hjá þeim sem svona þjónustu fólk. Þjónustumaður í búðinni eða róa jafnvel. Fyrst og fremst þá sem þjónustu fólk heima fyrir hjá kaupmönnum. Þeir sem voru að róa voru þá kannski frekar bændur og leiguliðar og svo vinnu fólk þeirra. Og ég mátti þess að ekki vera frjáls, þannig að ég verði að skrá mig einhvers staðar ef ég var ekki eignamaður, ef ég átti ekki jörð eða var að leigja jörð, þá verði ég að skrá mig í vist. Já, og það var þeir sem að réði sig til vistar í ár í senn og þetta var hugsað sem eins konar svona millistig á milli barnæsku og fullorðinsára. Þarna áttir að vera að læra allt sem að þar þurfti til þess að verða búandi maður sjálfur, bæði handtök en líka kannski til þess að tileinka þeir siði og venjur og svona hugarfar. Það var nú sagnfræðingar skrifað þetta út frá konum að það hafi verið sumir bæir, ég held mér þarna fyrir norðan sem að þú kemur, sem að þóttu vera bestir skólar. Já. Það hefur verið happafengur fyrir stúlkur að komast á þá. En þannig var náttúrulega ekki verið allstaðar, þannig að maður var kannski ekki allstaðar að læra, það voru ekki allstaðar myndarbíli. Nei, það voru nefnilega ekki allstaðar myndarbíli og það var mjög... misjafn búskapur bara einstaklingsbundi hvernig heimili voru sem að vinnuhjú komu inn á og sums staðar var bara allt til fyrirmyndar og annar staðar var kannski allt í ólestri
Hvernig voru kaupin og kjörin ef að ég gat hvergi skráð mig í vist og verða að koma til þín í síðasta bænum í dalnum? Já. Og hvað fæ ég? Já, fæðu húsaskjól, klæði. Og bara flokkur fólksins, fæði klæðu húsnæði? Já, fæði klæðu húsnæði. Og kallar fengu einhver svona, þetta svolítið misjandi eftir tímabilum. En einhver laun fengu kallar og konur talsvert lægri laun. Konur fengu kannski helming á við kalla og eins líka minni mat og færri klæði. En laun voru ekki, það ekki útborgað? Þetta var eiginlega peningalust samfélag að stóru leyti, þegar? Að stóru leyti peningalust samfélag, þá borgaði í fríðu að langmestu leyti, borgaði í afurðum, stundum sauðfénaði, eða vaðmáli eða tilbúnum flíkum. En þetta var ekki eignalaus tötralíður, eins og sagt er. Það er sakfræðingar líka verið að skoða bara hvað fólk skildi eftir sig. Já. Lesa þegar fólk deyr, hvað það á. Já, já. Og það er náttúrulega ekki mikið, en það er eitthvað kistill með hín og þessu og stundum kom fólk með sér einhverja skjátur. Já, það þekktist vel að vinnufólk hafði með sér ef það átti búfjánað, þá gæti að fengi að hafa búfjánaðin stundum með sér í vistina og þá var sko hluti af launum vinnufólksins var þá fóður fyrir búfjánaðin. Og fólk var yfirleitt með kistil meðferðis með sínum lítilfjörlegu eigum, klæði og svona ýmislegt smálegt, verkfæri og annað slíkt. Á tímu þar sem var kannski ekki miklar eignir. Já. Bændurna voru ekkert, þeir áttu ekki einhverja hlaða af eignum. Nei, bændur áttu náttúrulega ekkert mikið af eignum heldur. Þetta var fyrir almennt frekar eignalítið samfélagi. Þannig ef við kæmum inn á svona bæ og segjum að séu 3 vinnumenn og svo bónda hjónin og einhver börn þeirra, og það er einhver búfénaður og þá á vinnufólki svona hlutaði. Já, stundum. Þannig að þetta er svona ekki félagsbú en svona hálft skref í áttina því. Já. Þau eru saman að reka þetta. Já. Og vinnufólkið átt að teljast sem hluti af heimilinu og það er sko og hluti af fjölskyldinni og fjölskylda í þessu samhengi er þá svona víðara hugtak heldur en í dag. Í dag nærða fyrst og fremst utan kjarnafjölskylduna en á þessum tíma nær orðið fjölskylda yfir alla sem búa á heimilinu. Þú eru ekki alveg sömu stöðu og Ítalarnir segja sko blóð er þykkar en vatn. Þannig á endanum þá er það ættin eða fjölskyldan sem togar í þig, þannig að fólk hefur ekki haft sömu stöðu í baðstofunni. Ef að ég er úrskyldur vinnumaður, þú kemur ekki fram við mig eins og sonðinn. Nei, þetta gerir það ekki, en það átti samt að vera þannig, svona ídealið var þannig. Hver sagði það? Var það eitthvað í lögum eða var það hékk bara í loftinu? Það er svolítið hékk í loftinu. Og var að einhverju leyti í lögum að því leitinu til að það átti að ala hjú upp eins og þau væri börn húsbænda. White man's burden hugsun. Já, kannski. Hugtakum það að við eigum að ala upp þá sem standa veikar eða. Já, að einhverju leyti, já. Og það getur verið þrúandi að verða fyrir því. Já, og þetta er þetta sko samfélag þar sem að húsbændur hafa agavald og ekki bara og þeir hafa ekki bara heimil til þess að beita aga og það er að segja líkamlegum aga á bæði börn sín og vinnuhjú heldur beinlínis var þeim skylt að gera það því það var litið á það sem uppeldistæki og leið til þess að halda aga og reglu í samfélaginu var það að færa þetta vald í hendur húsbænda. Og hvernig gat líkamlegt agavald verið? Það voru þá einhvers konar líkamlega refsingar. Hýðingar? Hýðingar, já.
Já, fyrst og fremst þýðingar gerir ég ráð fyrir. Heimildir ekkert rosalega nákvæmar það í hverju þetta fólst, einhvers konar höggum. En höfuðhögg voru sérstaklega bönnuð. Það var sérstaklega tilgreint að það mætti ekki vita höfuðhögg og það mætti heldur ekki slá í reiði. Það heldur átti þetta að vera svona af yfirvegun. Refsing. Ég ekki að slá þig af því að mér illa við þig, ég að slá þig til þess að halda upp aga á þessu heimili. Já, akkurat. Það var hugsunin og þetta var í lögum, sem sagt, í húsatilskipuninni frá miðri 18. öld. En ef maður færi svona í huganum inn í svona baðstofu, þar sem að bóndinn og kona hans sofa þarna við endan og við erum vinnumenni sikkur fletinu, kannski með hrepsómaga uppi hjá okkur, vinnu fyrir kallinn. Já. Sofum inni hjá honum, borðum með honum. Já. Og hann var agavaldi yfir okkur. Já. Það hlýtur að vera ótrúlega þrúandi, en kannski blekking að vera að horfa héðan þar sem við erum. Það sem á þessum tíma var náttúrulega kannski allt aðrar hugmyndur þess prívatlíf heldur en að við höfum. Já, og svo líka þekkti fólki í raun og veru ekkert annað. Það var kannski ekkert, þetta var bara ráðandi heimilismynstur. Og þannig að fólk hafði engar hugmyndir og þekkti ekkert annað fyrirkomulag. En samt það í hinni bókinni, í sjálfstæðu fólki, þar þessi þrá að verða sjálfstæður, að losna einmitt undan þessu, að vera einhvern veginn háður yfirbóðara sínum allt. Já, og það svona svolítið þessi þráður sem ég reyna að rekja í þessari bók, eru tilraunir fólk til þess að öðlast aukið svona olnbogarými, getum við sagt, innan þessa kerfis. Fólk beitir ýmsum þá aðferðum, bara sem einstaklingar, til þess að reyna að bæta kjör sín, bæta aðstöðu sína, til þess að setja húsbændum sínum einhver mörk. Og það beitir til þess ýmsum leiðum, kannski svo áhrifaríkasta það að flýja úr vistinni. En það bannað? Það bannað, já. En þá ertu hvað? Það það handtakaði ekki? Jú, en það var almennt ekki gert samt. Og þegar við erum komin fram á 19. öld, sem það tímabil sem ég með til skoðunar í bókinni, og mínar heimildir eru frá, og þá eru starfa hér á landi svo kallar sáttanemndir og þær taka fyrir misklíðar efni fólks. En það leitur svo á ef ég flý þín vistina hjá þér, að þú hljótur að einhverja sök á því, því að ekki nema ég sé alltaf að flýja frá einhverjum, að þá vill ekki taka mig í vist, þannig að ég verð flökkumaður á endanum. En svona ef það kemur upp einu sinni, þá leitur svo á að líklega ég báður einhverja sök. Já, þá ljóst að það einhver misklíð í loftinu og málið tekið fyrir hjá þessari svokölluðu sáttanemnd og sem á að miðla málum. Í þessari sáttanemnd sátu yfirleitt prestar og hreppstjórar eða aðrir svona betur stæðir bændur og þær höfðu ekki refsivald en þeirra hlutur hvar að miðla málum. Þannig að ég sem vinnumaðurinn kem fyrir sáttanemndina, ég ekki að fá verið dæmdur af jafningi mínum eins og sagt í kviðdómi í Bandaríkjunum. Ég dæmdur af mönnum eins og þér. Já, þær höfðu ekki dómsvald. Nei, en ég meina, en það svona frekar svona þitt slekti og þín stjett sem að fara að úrskurða. Það ekki vinnumenn hann það. Nei, það ekki vinnumenn þar. En sko... Vinnumenn höfðu ekki borgarleg réttindi, gáttu ekki fengið að kjósa þegar það þurfti að kjósa. Nei, en þessu tímabili sem ég með til umfyllanir í bókinni höfðu bændur það nú ekki heldur, sko. En það var nú að koma svona 19. öldinni. Það svona síðari hluta 19. öldar, já. Þá eru kannski bara, það eru örfáir, ég held ég ekkert við ekki þetta saman, ég fyrstu kostningar, þá eru 7% af þeim sem eru með kostningarétt núna sem að kusu þá. Já. Þannig að þetta gerist mjög hægt. Þetta gerist mjög hægt og sko, ég fjalla fyrst og fremst fyrri hluta 19. aldar og tímabilið frá sem að ég með svona liggur undir í minni bók frá 1783 til 1863
Og upp úr því ferða að svona rakna upp úr því. Já, eftir það fer nefnilega aðeins að svona losna þetta vistarband. Það er strangast á þessu tímabili. Já. Og það gátu haldið því uppi út af efnaðslegri stöðu, en eftir kannski tímabili sem þú út að skoða, þá koma vestufarirnar, þannig það eru valkostir, og það koma líka aukin sjávarútvegur við strendurnar sem er þá valkostur fyrir þá sem ekki vilja skrá sig í vist. Jú, og það verður auðveldara fyrir fólk að kaupa sig úr vist. Það var reyndar mjög dýrt upphaflega og þú þurftir að vera orðin 25 ára gamall til að byrja svona fyrstu árin. Og hvað ef ég kaupið mútu vist, hvað þýðir það? Þá getur þú verið lausamaður og þá getur þú ráðið þér sjálfur. Já. Og samið kaup og kjör. Annars gengi bara inn í eitthvað system. Já. En ég get líka losnað ef að ég fæ útlutað leigujörð, eða var það fádýtt að vinna með fengið það beint eða? Nei, það var langflestir úr stétt vinnuhjúa eða úr hópi vinnuhjúa urðu síðar á lífsleiðinni bændur og þá gjarnan leiguliðar og nánast alltaf leiguliðar af því meirihluti bænda voru leiguliðar 90%. En það sem að kannski hefur oftast verið fjallað í þessu er svona að þetta fólk hafi verið dæmt til geldlífis, að það mátti ekki stofna fjölskyldu, af því það hafi ekki rétt til þess. Það er nefnilega ákveðin misskilningur. Vinnuhjú máttu tæknilega segja alveg giftast og það eru mörg dæmi gift vinnuhjú, enda algengt að bændur sem flosnuðu upp úr búskap að þeir fóru þá aftur í vinnumennsku en voru áfram giftir. En það var hins vegar fátítt að gift fólk fengi vist á sama bæ. Þannig að oft var hjónabandinu svolítið svona sjálfhætt. Akkur heldur það hefur verið? Já, bara bændur höfðu oftast nær ekki tök á að ráða fleiri en eina mannski í einu. Ekki það að bændunni vildi ekki að það væri svona trúnaður á milli tveggja? Nei, ég held ekki Ég held að það hafi ekki spilað neina rullu þar í Þó að það hafi þekkst að vinnu fólk væri gift þá að sömuleyti þá máttur það ekki? Já, það var... Þú mátt ekki stofna fjölskyldu ef þú átt ekki jörð? Það var ætlast til þess að þegar þú stofnaði fjölskyldu þá ættir að geta séð sjálfu þér og fjölskyldunni og farborða. Já, svipað þeirra innflytjendur að koma hingað, flóttafólk? Já, þetta er sambærilegt. Þannig að það var ekki blátt bann við giftingum vinnuhjúa og ekkert sem tæknilega sé bannaði það, annað en það að það var ekki ætlast til þess að fólk að hefja búskap var í tvöfaldri merkingu, þar sem bæði gifting og að hefja búskap á jörð. Það var nú komið fram í mörgur rannsóknum að til dæmis ofbeldi og kynferðislegt ofbeldi að það magnast eftir því sem að valdahlutföllin eru ójafnari. Já. Og svona þegar maður hugsar til þessa tíma þá sér maður það eiginlega fyrir sér og ég þekki það bara í minni ætt. Vinnukonur sem að verða óléttar og óljóst hver er faðirinn og raktar í burtu. Já, þetta var... mörguleiti mjög erfið mjög ókvenvænt fyrirkomulag, getur við sagt að vinnukonur bjuggu við verri kjör, þær bjuggu við meiri ógnir, þar að segja að það var þetta sem hefur stundum verið kallað húsbóndaréttur, að húsbændur eigi einhvers konar rétt til kynferðislega samneytis með vinnufólkinu þeirra. Þetta er auðvitað hvergi skráð í lög eða skráð í heimildir. En er augljóst að vinnukonur máttu þola, margar hverjar máttu þola kynferðislegt áreiti og ofbeldi.
og heimir enn af að margir voldugir og ríkir kallar telja sig geta haft aðgengi að konum já, í krafti einhvers valds. í krafti valdsins, já, og krafti stöðu sinnar og einmitt sko ef þeir geta barn svo með þessum vinnukonum sko þá er þekktar sögur af því að þeir reyna að koma sem sagt koma föður hlutverkinu yfir á húsbændur, yfir á vinnumenn sína. Eins og kemur fram í hinni bókinni, sjálfstætt fólk. Já, akkurat. Þannig að hún er náttúrulega að fjalla þetta. Já. Hvernig finnst þér það, talandi um hana, hvernig finnst þér hún ná að fjalla svona þessa stöðu, þetta er náttúrulega samfélagsleg greining hjá Já, hún er því mjög vel. Sérstaklega þessu tímabili sem að hún fjallar sem er sko þarna þetta er svona í kringum aldamóti 1900 þegar það er komið svolítið los á þetta kerfi og og orðin fólksfjölgun þannig að það er fjölgun þessara svo heiðabíla sem að voru valla tæk sem bú voru alltaf lítil til þess að hægt vera framfleyta fjölskyldu þar. Þannig sömuleyti fjalla bókinu það hvernig sko samfélagsaðstæðunar móta einstaklingin og móta karakters hans og viðhorf. Já. Þannig að Bjartur náttúrulega skilgetið afkvæmi af eitthvað svona ánauð. Já. Og hann náttúrulega kemur sko brengluð persóna út af því. Hann er ekki... Já. Þannig að hann kemur með eiginlega alltaf illa út úr kerfinu. Það er einhvern veginn sekkur inn í hann. Það gerir það. Já. Og beitir síðan sitt fólk sama órétti og yfirgangi eins og hann var betur. Já. Og mikil harmsaga þessi bók. Og það er sumið til þetta sé hetjusaga. Já, ég myndi frekar kalla hana harmsögu. En þó hann sé ákveðin svona kannski kundags hetja líka. Ég veit ekki hvort maður getur sagt það samt, sko. Það er svolítið skrítið með hann. Þegar maður er til þess að sjá uppfæslur í leikhúsum, að hvað fólk vill endilega hlæja, hvað hann er nittinn, en hann er eiginlega illmennið í sögunni. Já, hann er það mörgu leyti. Herðu, sko þú þetta heitir sjálft fólk, þegar þú ert að leita þræði þar sem að sko hinnir valdalausu og blöngu eru að reyna að berjast fyrir einhvern veginn betri kjörum og meiri rétti. Já. Og maður getur sagt að þarna ert að leita að einhverju sko frelsissögu. Ég meina það eru glæsustu sögur síðustu alda frelsisbarátta kvenna, frelsisbarátta svartra í Bandaríkjunum. Við alkarnir eigum sko dásalega frelsissögu þess að við börðust út eða losna undan af geðveikrahælunum og fá stjórn yfir okkar eigin meðferð og margar svona stórkostlegar sögur. Fannst þú svoleiðis stórkostlegar sögu hjá íslensku vinnufólki? Ég fann allavega mörg dæmi vinnufólk sem að leta ekki hvað sem er yfir sig ganga og rek þau þó nokkuð mörg slík dæmi í bókinni. Vinnufólk sem lætur ekki hvað sem er yfir sig ganga, vinnufólk sem að tekst að skapa sér aukið olnbogarými og ekki bara vinnufólk heldur líka þá flakkarar sem að sko þó að þeir séu álitnir svona botnin á samfélaginu og þá voru þeir líka að einhverju leyti frjálsastir. Og ég svona reyni aðeins að fjalla það líka í bókinni og þetta er svona anarkísk saga að því leytinu til að þetta er einstaklingsbundin barátta. Það er enganleg saga frekar en saga einhverja hreyfingar en það var kannski ekki til hreyfing. Það var engin skipulögð hreyfing. Félagslega vakningin, hún var ofta á vegum bændanna, lestrarfélögin, kauffélögin, bindindisfélögin, kvenfélögin. Og þá erum við aftur komin yfir á tímabil þar sem að þetta kerfi er komið svolítið los á þetta kerfi. Já, og svona þínu tímabil, það var eiginlega engin svona félags... Nei, það var ekki orðið til. Þannig að þú er ekki fundið neitt Malcolm X þarna. Nei, engan svoleiðis. Og enga Rosa Parks. Nei, það er ekki svo gott. Það eru gaman að fá svona þá sögu líka. Já. Það er náttúrulega að segja þetta sem kúunarsögu. En eins og þú ert að reyna í bókinni er að benda á viðspyrnuna.
Já, ég er að reyna svona að draga fram viðspyrnuna, já, og svona að því með því sýnir maður að kerfið, sko, þó að þetta sé svona niðurnjörfað kerfi, að þá er það samt ekki alls ráðandi. Já. Það eru, þeir sem að þurfa að lúta kerfinu, þeir geta spyrnt við fótum. Já, og við þrælahaldi það sem að þú átt bara engar rétt og ert bara skilgreittur sem búfénaður. Já, það er sko, þrælahald er svo yfirgengilegt ofbeldi að það er ekki hægt að bera þetta tvennt saman. Það er stundu sagt með Íslandssöguna því að við erum ofta að reyna orðana bara með örfáum setningum. Ein útgáfan er að við landnám og frameftir var þrælahald hér. Þangað til að bændunni komist að því að það var eiginlega miklu dýrara því að samkvæmt kristnum rétti þá berðu ábyrgð á þrælum, að þú mátt ekki brjóta gegn honum og verður að tryggja að hann fá að borða og hann viðhaldi sér, þú mátt ekki láta þrælinn eyðast. Þess vegna tókur upp vistabandið. Hvað segirðu við þessu? Hefur ekki heyrt þetta? Jú, ég hef heyrt þetta. Ég held að þetta sé flóknari saga. Já. En það er samt enga síður rétt að, sko, að vistarskyldan og þetta vistarfyrirkomulag sem að það tekur við af þrælahaldinu, en það má samt ekki gleymast að, sko, að vinnuhjú þekktust á sama tíma og þrælahald var ennþá við lýði. Þannig að á sama tíma og hér voru þrælar, þá voru unnuðir saman með vinnufólki á sama tíma. Þannig að þetta er fyrirkomulag sem að þekktist á öllum Norðurlöndum og það vistarskylda tíðkaðist í Noregi, Svíþjóð, Danmörku, Þýskumælandi löndum, Englandi. Þannig að þetta er ekkert sér íslenskt við þetta fyrirkomulag, þvert á móti er þetta svona norður-evróst fyrirkomulag. En tók vissulega við af þrælahaldi sem svona kjarnin í atvinnu fyrirkomulagi. Það sem allt var unnið með höndum. Jú. Þannig að þetta var bara, þetta er orkan og vélarnar og allt saman. Já. Sem er í mannskepninni. En þegar kemur félagaskiptagluggi, þegar má skiptum vist, segjum að ég sé vist hjá þér. Hvaða tækifæri hef ég til þess að finna mér skári vist? Verði ég að sverma fyrir einhverjum sem að samþykkir það og kannski er það óvinsælt að einu bónda að taka vinnumann frá þér eða hvað? Já, sko, það gildu bara að skýra reglur um það hvenær þú þurftir að vera búnar að útveða þér nýja vist. Það var fyrir kyndilmessu og þá þurftir að, einmitt eins og þú segir, að sverma fyrir því. Þú þurftir að finna eitthvað sem væri reiðubúin til þess að ráða því í vist. Og það var tiltölulega auðvelt verið þeirra því það var mikil hreyfing á vinnufólki. Þannig að þú skoðaði það, hvort það hefði verið raunveruleg hreyfing á fólki. Já. Og alls ekkit óþekkt að vinnufólk skiptum vist jafnvel hverju ári. Já. Og verið kannski bara betra út af þessu, því þetta getur náttúrulega verið þrúandi ástand að vera einhvern veginn bara inn á gafli hjá þeim sem að hefur yfirmanni allt vald, sko. Já, og þetta leitast fólk líka eftir því að komast í bæði náttúrulega leitast eftir að komast í betri vist þar sem að kjörin eru betri eða aðstæður eru betri, en líka kannski leitast eftir að komast nær vinum eða ættingjum. Getur verið alls konar ástæður, efnaðslegar, persónulegar. Já. Já, heyrðu, þetta er fróðlegt að heyra. Það er eitt sem að einhvern tíma vorum við að tala um þetta tímabil og þá var sérfræðingur í því sem að kallast svona áföll og áföll sem erfast. Og svo þekkir það á sögu að það hefur verið sýnt fram á að áföll geti erfst kynslóð fram að kynslóð. Já. Ég held að þessi fræg rannsókn sem að tók var það ekki gyðingar í Hollandi sem eru teknir, það sem að þessi er sko merkjum það að mikið áfall getur fyllt fólki. Já. Og svo getur við endalaust stilt um það hvort það sé genist eða hvort það sé einhvern veginn verði innbyggt inn í kúltúrin, en viðbröðum við áfallinu
erfast kynslóð frum að kynslóð. Og því var haldið fram hér að eitt af stóru áföllunum, að því að stundu þegar við erum að tala um áföll og heldur fólk að sigur atburður, sko. En það að vera við þetta kúunar ástand sem við erum búin að vera að tala um, þótt að það hafi kannski ekki verið eins slæmt og menn vilja sko í verstu tilfellum draga upp, að þá er það svona ákveð áfall, brotnir draumar að geta lifað sjálfstæða lífi og öðru slíku og þetta ófrelsi sem að fylgir því. Þessu er haldið fram að þetta væri eiginlega langstæðsta óuppgerða áfall íslensku þjóðarinnar. Það væri vistabatið. Þegar við höfum allt og lítið talað um þetta og þá er ekki að tala um að við höfum að tala um þetta til þess að við þurfum eiginlega bara að tala um þetta til að losa það Til dæmis að þekkja áhrif þess inn í okkar ættasögu og bara verða, eins og maður fæst við áfall, að gera þau svona hversdagslegri, að maður geti talað um þau sko án þess að verða reiður eða að fara að gráta. Já, ég held að þetta sé partur af sögu Íslendinga sem að er vanmetin og sé stærri þáttur einmitt þegar þú segir í svona hvað maður segja, skapgerð þjóðarinnar og og bara svona persónusögu ætta sem að fylgir og hvað þetta var mikill áhrifavaldur á bara á líf hversdagslíf fólks þar sem að fólk fluttist jafnvel þurfti að flytjast í burtu frá ættmennum sínum og bara það sem eftir var og og þetta er kannski helst gert upp þá einmitt af einhverjum svona ættfræðingum og einhverjum svona en mætti alveg skoða betur einmitt í einhverju svona samhengi sko. Hvort það hefði til þess mótað afstöðu okkar svona félagslega afstöðu getur verið afstæða til valds og eitthvað fleira að hafa búið við svona ástand. Já. Að það verður til svona viðbrögð sem að hinn veiki verður að hafa til að lifa af í slíku kerfi og það er það sem að getur svo haldið áfram sko, sem eru þá varnarviðbrögð við einhverju áfalli sem að verða síðan bara svona álæður í hegðun eða Já. Svona, já. Það er alveg þess virði að skoða þetta í því ljósi sko. Já. Það er kannski ástæðan fyrir því að margir eru að gera það að bókin er endurprentuð. Ég held, er þetta ekki rétt hjá mér að það er ekki oft sem að bækur sagnfræðiseðlis eru endurprentaðar? Nei, það gerist ekki oft, held ég. Já, ég ætla bara að óska til hamingju með það aftur. Já, takk fyrir. Þetta er áhugavert efni. Kannski finnum við einhverja leið til þess að fjalla frekar um þetta því að þetta er náttúrulega hluti og ég held að því flestum það er fáir nema kannski einhverjir afkomendur embættismannastéttarinnar sem hefur bara gifst innbyrðis sem ekki eiga sögur af vinnufólki bara í afa og langafa og langömmu og þar fyrir aftan. Já. Og það getur verið erfitt fyrir okkur sem eigum þannig bakgrunn að lifa alltaf í hetjusögunni sem er alltaf skráð. Þannig að við verðum að fá þessa sögu fram til þess að passa við söguna. Já, og fá fram svona sögu það sem við getum kalla venjulegs fólks alþýðunar alveg á sama hátt og konur verða að fá sína sögu. Já. Herðu, þetta var áhugavert, Vilhelm. Þú byrjið á Hvammstanga, þar að vinna í Háskóla Íslands á Hvammstanga? Já, það passar. Já, þar er stórt útibú. Hvað eru margir sem vinna þar? Ég er reyndar svo eini sem að vinna þar. en jú, við erum þar með rannsóknarsetur Háskóla Íslands á Norðurlandi vestara. Og ert að stunda þar sagnfræðirannsóknir? Já, þar stunda ég sagnfræðirannsóknir. Hvað ert að gera núna? Ég er núna að skoða sögu konu sem að fór til Grænlands árið 1921 og bjó þar í 2 ár og starfaði þar sem svona tóvinnu kennari, kendi íslenskar aðferði við tóvinnslu og spinna og þæfa og þetta allt saman og hélt dagbók meðan hún var þar og skrifaði bréf heim og þess aftar og ég er að vinna upp úr þessu svona söguð
nýlendu stefnu Dana á Grænlandi á þessum tíma. Í gegnum sögu einstaklings. Já, í gegnum sögu þessari konu. Og þú hefur trú á þeirri aðferð að horfa á heiminn í gegnum svona hið einkanlega eða? Já, ég held að það sé mjög góð leið til þess að skoða söguna. Það er að fara í gegnum einstaklinga og nota þá sem svona aðferð til þess að spyrja stærri spurninga og grafast fyrir stærri ferla út frá sjónarhorni einstaklinga. Já. Þannig þú ert ekki trú á því að hérna draga svona stóru línur með þverum penslum eins og Jónas frá Hriflu. Ekki alveg jafn gróft og hans allavega. Það er eitthvað aldrei þess að þá sögur. Já, það þarf, báðar aðferðir þurfa að vera til staðar. Já, þegar að það eru komnar margar svona bækur en engin litla bókin með stóru sögunni. Já. Að þá verðum við svolítið skökk í hausnum, sko. Já, akkurat. Þá vaða upp stjórnmálamenn og veifa, löngu úr sér gengin Íslandssögu og tala hana eins og hún sé bara sannleikur. Jú, mikið rétt. Við erum að auglýsa þetta því að við þökkum náttúrulega fyrir ykkar starf, við auglýsum þetta ykkur til þess að skrifa Íslandssöguna með stóru pensli. Já. Gaman að fá þérna, Vilhelm, og góða ferð norður. Já, takk fyrir það. Þetta þá lokinn á Rauða borðinu kvöld. Ég þakka öllum gestum sem hingað komið og Birni og Sigurjóni fyrir að taka viðtöl og Laufi Líndal Ólafsdóttur fyrir að taka upp og senda út. En ykkur þakka ég náttúrulega mest sem hafi verið að hlusta og horfa og breytti þessu spjalli okkar í fjölmiðlum. Bendi á að þið getið hjálpað okkur að byggja upp dreifikerfi bara með því að segja vinum og vandamönnum frá efni sem að þið sjáuð hér og heyrið og ykkur líkar. Þá finnur fólk okkur á Facebook, á YouTube, í öllum hlaðarsveitum, bæði undir nafni Samstöðunar og einstakra þátta. Við erum í útvarpinu á Stórhöfuðborgarsvæðinu á 89,1 á FM. Það má líka sækja þær útasendingar á spilarann, spilari.is er á netinu og svo er spilari líka app sem að má hlaða niður í símann og hlusta á íslenskar útastöðar hvað sem er í heiminum meðan annað Samstöðuna. Við erum komin í sjónvarpið til þeirra sem er svo heppin að skipta við fjarskiptafyrirtæki Símann, þar erum við með 5 á fjarstýringunni. Við erum líka komin í kabelkerfinu en það suður með sjó, en kannski eftir vill, ég veit ekki, mun önnur fjarskiptafyrirtæki bjóða sínum viðskiptarum upp á efni frá Samstöðunni sem er 24 tíma svona ring, 7 daga vikunar, allan á svo syng, samfélagsumræða við þetta rauða borð og í öðrum þáttum Samstöðunar. Það sem knýr Samstöðun áfram er fyrst og fremst og næstu í einvörðungu sá hluti áhorfenda og áheyrenda sem hafa gerst áskrifendur. Það er fólk sem heldur Samstöðunni gangandi, veit eða upplifir það þannig að Samstöð sé mikilvægt fyrirbrigði í íslensku samfélagi sem umræðuvettvangur og kannski einhvern tímann aftur í framtíðinni fréttavettvangur. Við þurftum því miður að leggja þær af vegna afstöðu menningarmálaráðherra að Samstöðin ætti ekki að fá styrk eins og önnur fjölmiðlafyrirtæki. Það kemur allt í ljós síðar meir. Ef að þú vilt ganga í þann hóp, bakkjarla Samstöðurinnar sem að haldin í gangandi, þá getur þú farið inn á samstöð.is, það er hnappur sem ástendur áskrift. Það getur þú skráðið fyrir grunnáskriftinni sem er 2.750 krónur á mánuði. Þú mátt borga meira þú vilt og því sem að kjósið getur látið áskriftin að renna sem félagsgjöldin í alþýðufélagið, en það er einmitt alþýðufélagið sem á og rekur Samstöðuna. Og allt sem við sjáum hér og heyrið er í boði áskrifenda og við þakkum við kærlega fyrir. Þetta er orðið gott í bili, ég ætla að segja góða nótt. Svo hittistu aftur hérna á morgun, klukkan 8, að þá byrjar Rauða borðið að 9. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.